Herðu, liður númer 6, Lilja Jóhannesdóttir, fer yfir verkefni stofunar á síðasta ári, árið 2024. Gjörðu svo vel, Lilja. Takk fyrir, Sigrún. Ég kann ekki ennþá að finna út af þessu, bara svona. Ok. Ég get ekki gert þetta. Svo fyrir þetta. Hvað bara að gera þetta inni? Já, fá okkur kaffi og veitingar, ekki hika. Og þú vilt taka... Ég skil hvað minnar. Þannig. Já, herðu, ég ætla að segja ykkur bara svona hraðferð yfir verkefnin sem við unnum á stofunni í fyrra og þau voru að vanda fjölbreytt og skemmtileg. En við vorum, það voru 5 starfsmenn sem störfuðu á stofunni í fyrra og sinntum þessum 3,8 ársverkum. Við vorum 4 sem vorum í fullu starfi, ég, Snævar og Hófi og Álfur var í fullu starfi í rauninni fram í október þegar hann lét af störfum. Og svo var Binni sumarstarfsmaður hjá okkur en svo líka í svona íhlupaverkefnum svona yfir allt árið. En árið ég fer svona nákvæmlega í verkefni sem við unnum í fyrra, þá langar mér svolítið svona að rekja eins sögu þessa vina míns, þessa óvænta vina míns sem þegar ég tók til starfa á náttúrustofunni árið 2018 þá hefði ég aldrei trúað að ég ætti eftir að fylgjast svona mikið með þessum stórkostlega fugli. Áður fyrr var ég að sinna vaðfuglarannsóknum og þeir eru óttalega krútt, en maður segir kannski ekki endilega skúminn hann er krútt en hann er alveg stórmagnaður fugl. En 2018 þá var það bara nánast það fyrsta sem ég gerði var að fara út á Breiðamerkursand með félögum mínum í fuglaatvinnustöðinni, Binni og Bjössa og við að þeirra svona frumkvæði af því að það voru teikn á lofti að skúm væri að fækka og það var í rauninni eitthvað sem Hálfdán Björnsson pikkaði upp bara svona í upphafi aldarinnar og allavega við fórum og tókum út varpið og það var bara mjög skýrt að það hafði orðið veruleg fækkun og í kjölfarið var skúmur skráður á válista Náttúrufræðistofnunar í bráða hættu. Svo sumarið eftir þá vildum við líka vita hvort að þetta væri staðan sem væri á fleiri svæðum og fórum til dæmis á Skeiðarársand sem var sem sagt árið, eða svona, já, fyrir 40 árum var sem sagt gert heildarstofnmat á skúmi og þá var metið að það væri 1600 pör í varpi á Skeiðarársandi. En þar var alveg sama sagan, mikil fækkun, örfáir fuglar og fundum ykkur 5 hreiður. En sagan var samt ekki bara slæm. Þarna 40 árum áður hafði verið metið að í Ingólfshöfða væri 5 til 10 hreiður. En ég reyndar hef heimildir fyrir því að það voru sennilega fleiri hreiður. En allavega það varpsvæði sem hefur svo vaxásmegin fyrir þetta. Þannig að staðan þar var bara þokkalega góð. Og þetta sumar gerði ég líka athugun á varpárangri á Breiðamerkursandi og það sem kom út úr því var basically að varpárangurinn var alveg svona þokkalega góður. Ég sé að það voru helmingslíkur á að ungi myndi lifa í 20 daga og þeir verðum reyndar ekki fleiri fyrir svona 40 daga gamlir. En þetta allavega, þessi varpárangur ætti alveg að geta viðhaldið stofni. Þannig að þarna staðan allavega ennþá þokkaleg. Svo árið 2020 þá hefst verkefnið vöktun náttúruverndarsvæða sem stórt vöktunarverkefni sem ég mun fjalla betur og eftir og hef oft talað og ég náði að tróða inn í það verkefni varpárangusvöktun við Jökulsárlón. Og fyrsta sumarið leit þetta þokkalega út, það var slatti af hreiðrum, so far svona, ekki frábært en ekki hræðilegt. 2021 á áskotnaðist mér peningur til að kaupa svona sjálfvirka myndavélar. Af því að mér langaði reyna að skoða fæðuna sem fullorðnir fuglarnir væri að færa ungunum. Af því að mér svona grunaði að það geti verið vandamálið að það væri ekki heppileg fæða
en svo langaði mig líka að fylgjast með afráni. Skemmst frá því að segja að þetta virkaði alls ekki og ég komst ekki að neinu með fæðuna og í rauninni kannski ekki rosa miklu með afráni heldur og meðan myndefnið lítur út fyrir að þessi aðalaf sauðkindin sem að angra skúminn, en ég tel nú samt ólíklegt að hún sé helsti afræningin. Ég held að tóan sé nú kannski áhrifameiri þó að kindur séu svona, það sé þekkt að kindur borði egg. En þó að verkefnið hafi kannski ekki virkað eins og ég vildi, þá var það samt alveg svona, þetta virkar náttúrulega þetta ekki. Jú, þetta virkar. En það var það samt alveg svona, svolítið óbættalegt að afla svona gagna og sjá svona skyggnast inn í líf þessa geggjaða fugls. Þetta bara, mér finnst þetta eitthvað svo frábært og svo fannst mér oft þegar ég kom að hreiðurónum þá voru myndavélarnar einhvern veginn, allar einhvern veginn svona ská skjön og mig grunaði nú kindurnar helst. En svo kom nú í ljós að það var kannski einhver annar sem svo skúmurinn að reyna, bara alls ekki hrifinn að ég hafa þetta á óðalinu sínu og reyna að rífa þetta niður. Svo sáum við svona merkilega hluti eins og eru maður sjá Helsingjahóp á feit, bara þannig liggur skúmur á hreiðri og mér þetta alveg magnað að sjá af því að skúmur ekkert bara fúlsa við Helsingjabita. Þannig að það var svona margt skemmtilegt í þessu efnið og verkefnið hafði kannski ekki lukkast en þetta var svona gaf skemmtilega innsýn og svo nýttist í rauninni efnið úr þessu verkefni inn í að á ársfundi 2022 þá frumsýndi ég sem sagt fræðslumyndband sem ég bjó til skúminn og það var svona mér gaman að sjá þegar ég kíkti á þetta núna 2 árum seinna, þetta var alveg komið með 550 áhorf, þannig að það var svona allan að skemmtilegt. Ég hafði gaman því. En sama ár 2022 bætast sem sagt við inn í vöktun náttúruverndarsvæða 2 ný svæði og við förum að vakta varparangur austan Fjallsár og svo í Ingólfsvöð. Og svo bættist líka inn í sama verkefni þá bættist við í punktmælingar og teljum við sem sagt skúma í 58 punktum Rauðmerkursandi og í Öræfum og þetta er hugsað að fylgjast með stofnbreytingum. Og niðurstöðurnar úr þessu eru sjálfsögðu mjög deprimerandi og þetta var, þessi punktar voru í rauninni valdir því að þetta hefði árið 2016 voru skúmar taldir í þessum punktum fyrir mat á umhverfisáhrifum, þannig að áttum fyrirliggjandi gögn sem það er þá að byggja von á og við sjáum bara að þetta er sama sorgarsagan einhvern veginn. Og svo sama ár verður ástandið mun verra, þá greinist fuglaflensa í landinu og það er nokkrar tegundir sem fara illa út úr því. Það er sérstaklega skúmurinn fór illa og ég fann á starfsvæðinu á ferðum mínum 40 dauða skúma. Þannig að það var einhvern veginn svona ekki til að bæta og þetta hafði náttúrulega mikil áhrif á varparangurinn. Og við fundum svona cirka 10 unga á Brennssundi og 47 í Ingólfsvöð og á svæði í Lóni, við erum svo í Lóni þar sem hafi verið töluvert öflugt varp með 100 pörum. Það virtist bara engin fugl þar verið í varpi. 2023 enn verra, við fundum bara varla unga á Brennssundi og séu þessi satt gögn frá fuglatúrumstöðinni, þeir fara síðsumars út í höfðan og merkja þá unga sem þar og þeir sjá bara þetta er grífilega fall í fjölda farið úr 150 ungum við í einhverja 10 unga og ég man ekki hvað var í ár, það var kannski eitthvað aðeins skárra 17 ungar, þannig að þetta er allt mjög dapurlegt og loksins í kjölfar eða svona í ljósi alls þess þá lögðust við sem sagt í sumar í vinnu við stofnmat, nýtt stofnmat og það fæst peningur í það í gegnum verkefnið vöktun náttúruverndarsvæða. Og við vinnum á þessu stofnmati sem við náðum ekki alveg að ljúka, þá fórum við mjög víða og leituðum skúma allt okkar starfsvæði því sjáum hvar ég fór yfir og við nýttum okkar allskyns leiðir til að reyna að leita skúm, við klifuðum upp í misryðgaða vita og notuðum dróna til að á svæðum sem eru óaðgengilega þá fljúgum við dróni yfir og lyfta fuglarnir sér upp og þá getum við að tala úr fjarlægt. Og já, við óðum ósa og já, lögðum okkur allskyns hætti til að reyna að finna blessaða skúmana og
væntanlega eins og ég geti giskað, þá var þetta mjög sorglega niðurstöður. Við fundum 780 skúma og í stofnmatinu, 40 ára gamla stofnmatinu, var metið að væri svona 10.000 fuglar á sama svæði. Þannig að þegar maður fylgist með svona þróun, þá náttúrulega fallast manni svolítið hendur og mann langaði allan að reyna að gera eitthvað. Þannig að síðasta vor tók ég ákvörðun að gera tilraun með notkun rafmagnsskýringa til að gera það út í afræðingja. Þannig að við settum upp rafmagnsskýringu út í Ingólfshöfða, 500 metra langa girðingu sem gerum við þá af 1,5 hektara og settum hana sem sagt upp 17. maí og hérna sjáum við staðsetningu girðingarinnar og hérna bláu punktarnir eru sem sagt hreiður sem fundust í fyrri heimsókn okkar í vöktun á varpárangri og það sést nú strax að það nær helmingurinn hreiðra sem hérna innan girðingar, þannig að þetta í rauninni virkaði mjög vel og það fór einhverjir 10 ungar á flug úr girðingunni sem nú kannski ekki rosa mikið, en þegar staðan orðin svona ömurleg þá það bara heilmikið, þannig að við erum svona þakklát ánægð með árangurinn af þessu og þetta eitthvað sem við ætlum að reyna að skoða hvernig við höldum áfram með og kannski svona útvíkkum. En svona verkefni gætum við ekki unnið nema með aðstoð annarra, því að það þarf að fylgjast með girðingunni daglega og sjá hvað þessi rafmagn og allt slíkt. Og við vorum svo heppin að þau á Öræfaferðum, Einar og Marta og strákarnir þeirra eru ótrúlega liðleg við okkur og aðstöðuðu okkur og fylgdust með girðingunni í allt sumar. Og þau hafa alltaf líka bara ferjað okkur út í höfðan, endurgjaldslaust og sem bara mjög þakkarvert. Og út af því þá langaði bara mér svolítið að nefna líka sjálfboðaliðana okkar. Við erum mikilvægir. Það eru sum verkefni sem við sinnum, þau eru krefjast mannskaps sem við höfum ekki að ráða. Þannig að þá ómetanlegt að hafa fólk sem tilbúið að stökkva með okkur. Og hérna eru nokkrum árum úr Skúmey, þangað sem við förum árlega til að taka út Helsingavarpið. En það skal alveg viðurkennast að það ekkert eitthvað sjúklega erfitt að sannfæra fólk að koma út í Skúmey. Þetta alveg stórkostlega magnað. Það þarna 4.000 helsingjar og 10 hekturum í varpi og þetta bara mjög mikil upplifun. Og eins og við þekki þá hefur helsingunum verið að fjölga og sérstaklega á síðasta áratug var þannig bara veldisvöxtur og hérna sjá þessi fjölda hreiðra í Skúmey en svo náði þetta sem toppi hérna 2022 en eins og Skúmurinn þá fór Helsingin líka illa út úr flensunni og í desember 2022 voru þeir að drepast í 100 tali á vetrarstöðunum og það eitthvað sem við pikkum strax upp. Við gefum okkur það og það bara mjög líklegt. Þá droppar það árið eftir, droppar þetta fjöldin niður í 1700 pör og svo svolítið merkilegt að síðasta ár voru nákvæmlega, næstu í nákvæmlega jafnmörg hreiður, það voru 6 færri hreiður heldur en árið áður. Þannig að þetta verður svona spennandi að fylgjast með þróunni þarna áfram. Og þarna reiðum okkur á góðsemi annarra en Jökulsárlón hefur verið svo elskilegt að ferja okkur út í Skúmey öll þessi ár, endurgjaldslaust. Og hitt verkefni sem svona mannafla rætt eru Helsingamerkingarnar. En við höfum sem sagt verið að merkja Helsinga síðan 2017 og ég held að ég sé ekki að ljúga þegar ég segja að þetta stærsta fuglamerkingaverkefni á landinu. Við erum búin að merkja 3.354 fugla með stálmerki og 2.500 með lítmerki. En sem sagt allir fuglar sem eru merktir, þeir fá stálmerki, sem bara svona lítið merki sem eru svona kennitölu þeirra. En svo lítmerkin, þau eru svona stærri og gerir fólki kleift að greina fuglana úr fjarlægð. Þetta náttúrulega tilgangur með merkingunum. Það ekkert sem sagt þekkt fuglana í sundur og þá getum við lært alls konar hluti þá, hvert fara og hvað dvelja lengi og slíkt. En svo náttúrulega gefur enn betri upplýsingar, það þessi sendar sem við erum búin að setja út. Við byrjuðum að gera það 2020 og ég held að ég sé ekki að ljúga að það eru 29 helsingjar sem hafa fengið senda. Það þýðir reyndar ekki að það sé 29 sendar úti því að það verða bara afföll á fuglunum.
þeir drepast og þeir eru skotnir. Til dæmis fékk ég nafna, hann Liljan, en hann fékk sendi 2023, en svo var hann bara skotinn nokkrum vikum seinna. En þá fáum við sem sagt sendin tilbaka frá veiðimönnum búið ekki frá að setja hann aftur út, þannig að við höldum áfram að safna gögnum. Og núna í fyrra þá var opnuð þessi skemmtilega vefsjá sem að þið geta bara farið inn á og þar hægt að fylgjast með hvar helsingarnir eru hverju sinni, að því gefnu að þessi í símasambandi. Því að þetta eru svona GSM, GPS sendar sem við erum með. Og þetta gefur okkur að sjálfsögðu með því að gera þetta. Höfum við tækifæri á að fara að skoða hvernig þeir eru nota búsvæðin og það er verkefni sem við erum að fara að skoða. Við erum að fara að skoða þessi gögn og við erum búin að safna töluvert magna gögnum. En svo gefur þetta líka okkur bara svona skemmtilega einsýn inn í líf fuglanna. Við ekki athygli á þessum fugli hér. Þetta er Helsingin Binni. Hann lagði af stað í vorfarið síðasta vor. Lenti bölvið Brasilíu, hann lenti stífri suðvestanátt, missti af landinu og flög svo bara alla leið tilbaka til Skotlands, hvíldi sig í 2-3 daga og hélt svo stað á ný. Þannig að þetta er svona, þetta sýnir hvað þessi fugl eru ótrúlega frautsegið. Þetta var 3000 kílómetra langt ferðalag sem hann hélt í. Þá vöktu náttúruverndarsvæða stóra verkefninu sem við vinnum með hinum náttúrustofunum og Náttúrufræðistofnun stýrir. Það er búið í gangi síðan 2020, eins og ég nefndi áðan, og síðan þá höfum við sinnt alveg talsvert mikið af verkefnum innan þess verkefnis og við erum búin að kortleggja í rauninni öll þau verkefni sem við sinnum og innan verkefnisins þá erum við að vakta álag af völdum ferðamanna. Við vöktum jarðminjar, mófugla, svo allas skúmavinnan og svo vorum við að vakta gróður. Þetta er yfirgripsmikið verkefni og ég ætla ekki að fara eitthvað mikið inn að niðurstöður. Við fórum þess að árið 2021, það fórum við inn í Núpsstaðaskóga af því að í kjölfar COVID og þegar Íslendingurinn var svona ferðaglaður og líka í rauninni af því að jökulárnar höfðu breytt sér og aðgengi var við betra en af því ruku upp vinsældir Núpsstaðaskóga og svæði þar lét svona svolítið á sjá. Og sama ár settu þess að umferðarteljara inn í Núpsstaðaskóga fyrir reyndar annað verkefni sem við vorum að vinna. En út frá þessum teljara gátu þess að séð að umferðin hafði líka. Þannig að við höfum áhuga að sjá hvernig þetta líti út núna og það var svona þeir fyrsta skipti sem við höfum farið á ferðamannastað og hann er í Skána síðan við komum þar fyrst. Þannig að þetta var svona aðeins öðruvís en í flestum öðrum tilvikum. Við höldum áfram að vakta flæði kolefnis sem þetta er gert fyrir Land og skóg og nýtist inn í kolefnisbókhald Íslands. Svo hefum við frá upphafi stofunnar tekið þátt í unnið hreinu bændibræði landið fyrir landgræðslunarfyrum sem í dag heitir Land og skógur og síðasta ár stækkaði starfsæðið okkar. Við tegum okkur allavega austur í Breiðdal og í ár voru 23 bæir sem tóku þátt. Verkefni snýstar að sjálfsögum að bændur sé að sinna uppgræðslu á sínum löndum og hérna sjáum við þessu uppgræðslusvæði úr Skaftárhreppi. Nýjasta vöktunin okkar byrjaði í upphafi síðasta árs en við þegar Hófí tók til starfa þá byrjuðum við að vakta fjölda sela í Hornafirði og Skarðsfirði. En sem sagt þær hafa verið til mjög litlar upplýsingar fjölda sela í firðinum nema úr stofnstærðarmati og stofnstærðarmati sem framkom síðsumars og eins og við sjáum á grafinu þá hittir það akkurat á að þá eiginlega fæstur minnstur fjöldi sela í firðinum. Þannig að stofnstærðarmati gefur rauninni ekki greinargóða mynd af því hversu margir selir í rauninni nýta firðin. En svo fannst okkur líka áhugavert að vita hvað gerist á þarna yfir sumartímann, hvert fara selirnir þá. Og það er þá í rauninni verkefni sem við stefnum á að skoða og við erum búin að sækja peningi í Kvískerjasjóð og af því að okkur sem sagt grunar að hann fari sem sagt hingað því að hérna erum við að horfa á Fjallsá og þar er eitt stærsta landselalátur suðausturströndarinnar, suðausturstrandarinnar. Og þá er pælingin að við ætlum að telja seli þar yfir allt árið til að átta okkur betur á
mikilvægi þess. En já, vöktun málið. Við sinnum mikið á vöktunarverkefnum og það ekki tilviljun. Vöktun í rauninni eitt það mikilvægasta sem við getum gert fyrir komandi kynslóðir varðandi vísindi. Af því að reglubundin söfnun gagna gefur, hún nemur þessar hægfara breytingar sem svo erfitt að greina með styttri rannsóknum. En á sama tíma nemur hún líka hluti sem myndum missa af eða væri ekki vakta eða breytingar sem gerast hratt. Eins og til dæmis skilgreiningar atriði hvað hratt, en hópun jökla ekki eins fyllilega hratt og allir við vöktum það svo vel, þá vorum við að sjá ferla sem við myndum annars missa af og myndum þá kannski síður skilja hvernig prósessin Við vöktum, Snævar gerir sporðamælingar í Öræfum og Mýrum og í rauninni vöktum við alla skriðjökla Vatnajökuls sem gervitunglamyndun og sjálfan Vatnajökul, en Snævar sem sagt hnýtar hann útlínur hans annað hvert ár. Á hverju ári núna? Já, ok. Geggjað. En já, mestur tími Snævars í fyrra fór hins vegar í að skrifa grein jökulsker. Og nú fæ ég svona smá hjartsláttartruflanir af því ég að fara að segja ykkur vitleysu. En ég vona að þið fylgið eftir. En greinin sem segir frá þessum jökulskerum og fjallar jökulsker í Breiðamerkursfjalli, en eins og við vitum þá jökullinn að hopa og mann svolítið svona tamt að hugsa að þú veist að sporðurinn sé bara svona að bakka eða þannig. En þú veist jökullinn í rauninni að þynnast, þannig að þú veist hann hörfar en líka svona skreppur saman. Og þessi svona ferill breytir ýmsu í jöklinum, hann breytir spennuálagi og þar af leiðandi hegðun jökulsins. Og þessir breytir hegðunni og oh my god, og það verða þá svona ákveðnir ferlar sem gerast sem má rekja út frá urðarunum. Og þið spyrjið kannski, hvað urðarani? Eða þið vitið líka kannski bara alveg hvað urðarani En urðarani sem sagt, ég vissi það, þetta fór illa. Leyfum við bara að byrja, gleymi bara urðarunum í smá stund. Hérna sjáum við tvö sker sem eru að koma í ljós undan Breiðamerkurjökli. Bræðrasker sem byrjaði að koma í ljós 1960 og Kárasker sem byrjaði að koma í ljós á 4. áratug aldarinnar. Þessi jökulsker eru sem sagt umlukin ís og mynda þá bara nokkuð svona eyjar í jöklinum. Og svo flæðir jökullinn umhverfis skerin og við það þá rífur jökullinn efni úr skerjunum. Og hérna sjáum við sem sagt svona nærmynd af urðarrana, og þetta basically bara urðarbrjót sem jökullinn hefur rifið úr jökulskerjunum. Og á þessari mynd sjáum við meðal annars Mávabyggðarönd sem kemur frá úr Mávabyggðum og svo sameinast, rennur hún hana niður og sameinast röndinni úr Bræðraskeri og svo úr Káraskeri. Þannig að þessi tilvist urðarranna byggir á þessu flæði sem í jöklinum. Og flæði kemur alltaf af því að þungi ísins verður mikill og jökullinn byrjar að skríða, en svo lendir hann á einhverju fyrirstöðu sem væri þá jökulsker og þá klofnar flæðið í tvennt og myndar þessa mismunandi arma sem eru basically skriðjöklar. Og hérna sjáum við alla skriðjökla sem skríða niður á Breiðamerkursand. Og það alveg þó nokkur fjöldi jökla og svo eru smájöklar fyrir innan. Og svo sjáum við þessar hérna sjáum við skriðjöklana og svo á milli skriðjöklana liggja svo þessir urðarrannar. Þeir marka þá í rauninni straummót jökulsins þar sem þeir eru að koma saman. Og þeir fylgja straumstefnu jökulsins. Og í rauninni hver skriðjökull ólíkur að hegðun og það byggir á því í hversu miklum hallan hversu stórt ákomusvæði hans fær hann mikla úrkomu þá hann öflugur. Þannig að það svona ólík hegðun
Og ef við fylgjumst með þessum urðarunum, sem ég ekki að koma mjög skýrt frá mér, þá getum við skilið betur hvernig jökullinn að hopa. Og þetta í rauninni, hefur ekki verið gert mikið áður. Þetta hefur bara ekki verið gert áður. Að nota urðarrannana til að skilja hvernig jökullinn hefur flætt og hvernig hann að flæða. Og þetta gefur okkur tækifæri að lesa í landslagi og sýnir hversu máttugur hver armur var á einhverjum ákveðnum tíma. En þú veist, þeir liggja náttúrulega ekki bara, rannarnir náttúrulega ekki bara á jöklunum, heldur liggja þeir auðvitað þar sem jökullinn hefur hopað. Þannig að það gefur okkur tækifæri að skilja hvar svona sterkasti armurinn hefur verið á hverjum tíma. Og þannig hægt að lesa söguna. Og þetta í rauninni ekki víða hægt að sjá, hvort á Íslandi né í heiminum. Og Breiðamerkursandur svo, og Breiðamerkurjökull svo góður til að skilja af því að eins og til dæmis Mávabyggðarröndin, hún liggur bara og það hægt að lesa söguna. En til dæmis eins og Esjufjallaröndin, hún hefur mestuliti endað í lóninu, þannig að hennar saga hefur tapast. En það enda einhvers staðar vestan megin við lónið, má enn sjá leifar af henni sem þannig getur Snævar skilið hvernig jökullinn hegðaði sér. Ússi pappa. Þetta penn sem skildi. En já, svo hopar jökullinn og við það náttúrulega kemur í ljós land sem hefur hulið ís í lengri tíma og þá geta stundum leynst þar gróðurleifar sem hafa verið varðveist í fjölda ára og við stofan hefur verið að safna þessum gróðurleifum í nokkuð tíma en árið 2018 þá voru sóttir stærstu trjálurkar sem hafa fundist hingað til á Breiðamerkursandi og þetta eru leifar af birkitré sem náði 100 ára aldri með talningu árhringja og aldursgreiningin sagði að þeir væru 3000 ára gamlir eða þeir voru uppi 1400 árum fyrir Krist sem alveg stórmerkilegt og þetta var sent til Þjóðminjasafnsins í Þorvörslu árið 2018 en það tók alltaf rosa langa tíma þannig að það var ekki fyrr en í fyrra sem við fengum þetta í hendina og það allan tímabundi búið að koma þessum lurkum fyrir í nýheimum, þar sem gestir og gangandi geta virt dýrðina fyrir sér. Og svo í lok síðasta ár þá byrjuðum við undirbúa að senda fleiri gróðurleifar í aldursgreiningu og fengum niðurstöðurnar daginn og þetta eru í rauninni mjög spennandi niðurstöður og þetta að svona bæta við þetta púsluspil sem mun svona skýra aðstæður á svæðinu árþúsundin fyrir landnám. En þá að miklu yngri hlutum að æskunni í fyrra tókum við á móti einum nemenda úr 10. bekk í starfskynningu, fórum með hana út að leita dröllasmiðum og kenndum henni að fljúga dróna og telja seli og eitthvað gaman. Og svo eins og alltaf þá förum við með nemendum fas í 2 ferðir, förum út Skeiðarársand og kennum þeim að mæla gróður og Snævar fer með þær í jöklamælingar. Og já, að lokum langaði mig svo að segja að í fyrra þá var Snævar heiðursfélagi í alþjóðasambandi stjarnfræðinga sem sem þýðir að það verið að heiðra aðila sem uppfylla ekki skilyrði sem menntaðir stjarnfræðingar en hafa lagt verulega sitt af mörkum til framfara stjarnfræðilegar rannsókna og menningar í sínu landi og Snævar að fá þennan heiður í rauninni fyrir sína stjarnmælingar sem hann sinnir út í nesum og hann var einn af 15 manns sem var samþykktur og það nú í hópi 35 manns í heiminum sem hafa hlotið þessa viðurkenningu og við erum bara mjög stolt af því. Og þá ætla ég að hætta að tala. Takk fyrir. Það ekki, Lilja. Það flugu fleiri frasar sem ég ætla að tileinka með.